FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan miðvikudaginn og þó að sé skýta veður úti byrjaði að snjóa þegar maður loksins hélt að vera að fara að vora þá er ég samt í þvílíkt góðu skapi. Og vá hvað verður erfitt að koma hér og eftir fucking, nei ekki F, ég tek þetta aftur, en koma á eftir Heiðar Austmann. Já, hann er Ég heyrði honum í dag og hafði búið gust á hann. He Hann er lights búin up að my vera life. fáránlega Já, góður. þegar maður er að hlusta hann. Þetta er bara kjaftaði, hvernig er maðurinn aðeins? Ég veit það ekki, alltaf hress, alltaf góður. Leikur í höndunum á. Hann var ekkert fyrir þess að hafa. Nei, það er alveg sama hvað er að gerast í einkalífinu hjá Heiðar Austmann. Það er eins og Það hefur kjánum. aldrei áhrif á hann í útvarpinu. Þetta maður. Hann er svo klettur. Þetta er að venja. Þú veist það er allt í apaskýti heima hjá honum. Er En fólk það heyrir ekki það ekki. Hvað segirðu? Þú veist það er allt í apaskýti heima hjá honum samt er hann geðið þess hérna. Ég var að grínast það. Það er allt í fína heima hjá honum. Þetta er bara bull og vitlisir. Ég veit það. Hann gæti ekki haft það betra en Heiðar Austmann. Við þökkum honum kjallaði fyrir sína vakt. Ég nenni alltaf sleppnur. Að reyna að toppa hann? Jó. Nei, við getum bara sleppt þessu. Við höldum ferskleikunum áfram hérna, Pétur. Það er bara þannig. Því að við erum reyndar og ástæðan fyrir ég er í virkilega góðu skapir. Ég og Pétur eru með magnaðan þátt hérna handa ykkur í dag. Hvað er að því? Ég er að grilli. Hvað segir þú gott? Ég er svo góðu skapað því uppáhaldsmaðurinn minn kemur á eftir. Hver? Það er pirraðegurinn sem er að spyrja alla hvort það sé ekki allir með öllum og allir í kampæni og... Já, hann Gunnþór. Já, ef það eru tekið hlustendur þá er Gunnþór á dagskrá hjá okkur eftir. Þetta er maður sem hefur hringt í bankan á Íslandi, hann er búinn að hringja í lífeyrissjóðana. En nú er komið að því að hann láti bensín eða olíustöðvarnar heyra það. Já. Ákvæminn tíma á það. Já, hvort það sé ekki endalaus veistla þarna á kampæn hjá þessu liði og... Heldur hún fólk segir ekki svona að fara að, já, þessi ekki. Þekki hann? Nei, hvað heldur að fólk sem er að vinna á skrifstofum hjá Óli sé eitthvað að hlusta á FM 95 Blöð á dag? Já, Nei. FM 95 Blöð, jú. Það finnst mér mjög ólíklegt. Sæll, nei, djók. Vonum ekki allavega, en hann mætir Heyrðu, hérna ég ætla að vera þessi. sá karakter. Já, sæll, ég var að ræða það eitthvað. Það var Ólaður Ragnar í dag. Já, ætla að vera hann í dag. Finnst það ekki gaman? Já, það er karakter sem ég sakna. Þú róðnar alveg, þú veist svo astnalið. Nei, ég sakna hans. Nó. Já, ég hef alltaf elskað hann. Þannig að endilega verður hann. En svo erum við líka með karaoke-keppnina. Ertu búin að velja lag? Já. Já. Þetta var rosalega erfið fæðing hjá mér. Nú, okkur? Já, ég var búinn að ákveða lag og ég leitaði bara á YouTube og öllum svona karaoke-vefum og svona af þessu lagi, sko, og það var alveg ekkert mál að finna það, en það var alltaf með svona raulinu frá upprunalegu Já, ég lendi því daginn, það er óþólandi. Það var allstar. Gæti ekki fengið að clean eins og við kallum það? Nei, gæti ekki fengið að clean. Nei. Og það var umulegt. Af því ég var svo innilega búinn að, ég var meira sér búinn að bara eiginlega smíða textan líka við það, sko. Já. Og þá bara byrjaði ég á núllpunkti bara hérna fyrir svona hálftíma síðan. Já, klukkutíma eða eitthvað og fann loksins lag og... Það verður bara komið ljós. Já, ég hef fulla trúðar en það ert ekki lengi að smíða saman eitt lag. Við ætlum líka að vera með uppáhaldsdagskráraliðinans Péturs hérna seinna í dag. Það er hvað er klukkan og hvernig veðrið úti. Það er mjög spennandi og eftir hvernig veðrið verður því að það var alltaf að snjókoma á hann. Það er að kíkja á. Þetta er samt svo típist. Alltaf þegar maður heldur sko að sé byrja að vora, að það var sól í gær til dæmis og maður var einhvern veginn bara með sól í hjarta og alltaf þegar maður verður svona, þegar maður er orðinn bjartsýnn og þá byrjar að snjóa eða kemur eitthvað svona viðbjóður. Þá fer sólinn bara inn í raskatið þar. Já, það má segja það. Hún er þar bara núna. Já, allavega það er ekki hún úti. Það er nú ekki leiðilegt að vera þar. Nei. Og veit nú ekkert með ljóta þar að finna í bænum. Ekki það ég þekki það, en ég hugsa að sé allt í lagi bara. Ég er nú búinn að vera að sjá hann hérna skottast hérna fram og tilbaka frá því ég mætti 2 leyti í dag. Það er ekkert leiðilegt að sjá hann, sko. Já, þakka fyrir það. Já, ég er nú bara svona að tala bara hreint út, sko. Já, en hvað er þetta nýja gallabuxur? Hvað er að frétta af Peter Johan? Nei, bara hvernig er vikan hans búin að vera, svona fyrir utan rassinn á mér? Hvað ertu búin að gera þessa vikuna? Komið miðvikudagur? Já. Og mars á morgun. Og mars á morgun, það er 29. febrúar, það er nú ekki oft sem það er. Nei, það er rétt. Það er með þess að það er einhver stelpa sem ég þekki, ammen er 21 árs í dag. Það þau ná bara ammali á 4 ára fresti. Góði, sæl og blessu. Það er svolítið steikt. Ammenar, minnu sem er í fréttablaðinu. Já, alltaf ekki. Hún er 22 ára. 22 ára, sorry. Já. Það er svolítið grillað. Hvað segirðu? Svolítið grillað ekki ammali 29. febrúar. Já, það er svolítið spes. Ég myndi reynda að halda alltaf rosalega upp á það. Já, ég meina þetta er hlaupa ársdagur, þetta er bara 4 ára fresti. Það er hárrétt við Pétur og þetta er ástæðan fyrir að þú situr hérna í þessu stúdíu og þú ert með allt svona á hreinu. Þetta er svakalugu dagur og pælir í. Þetta er bara eins og nýjársdagur. Þetta er þannig. Þetta er bara, it's party time. Enda erum við með rosalega þáttanda að hlusta. Bara stökku á kaupbóku fyrir eina bokku. Eina bokku, það sem að kampa henn. Ójá. Þegar maður heyri þetta lag, þá erum alveg til í það. Spyr Snoop Dogg. Já, þetta er rétt Jónum, hvað með það? Já, fá okkur hans í tanna og vefja Jónum og eitthvað. Ekki það, sko, fyrir utan það að Snoop Dogg langt frá því að vera young, wild and free. Hvað er maðurinn, fertugur eða?
Hann er svolítið eins og við, hann heldur í barnið sér, ég ránaði með hann. Já, það er bara hárið að reyðin. Já, sorry, náttúrulega stenglendi því að á móti mér situr fertugur maður sem heitir Pétur Jóhann. Ekki á orðinu, ég verði á orðinu. Já, og með mér alla hérna miðvikudaga. Já, sem ég gerir bara fyrir þig, sko. Já, enda og hlustendur. Nei, þetta er bara fyrir þig. Herðu, ok, takk. Það er bara... Ég kann að meta það. Frá mér til þín. Er þetta gjöfin þín til mín að vera þetta með mér? Já, þetta er lífsgjöf. Já, takk. Lífsgjöfin mín til þín. Ég kann að meta hana. Og ég ætla að launa þér með góður slúðri, ertu til í það? Ég bara get ekki við hennar. Hvað er að frétta? Nei, hvað? Þú ferð ekki til slúðrið. Já, sorry, ég gleymist alltaf maður. Óðalegu kjáni getur þú verið. Æ, fyrirgeðu maður, þú ert, ég fílaði þú ert þetta, nú minnum á þetta. Þú verður að... Slúðrið í FM 95. Það var Johnny Depp að köpa sér nýjan bíl. Þetta geta ekki, hefur þú hitt eitthvað? Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið í FM 95 blöð. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður fyrir upp á slúðrið í FM 95 blöð. Ég veit þetta mikið rugl þessi trailer. Ég elskan. Slúðrið hérna í FM 95 blöð og ég gleym alltaf þessum trailer. Þú ert einu sem minnum á þetta, ég ránaði með. Þetta er frábær trailer. Hann er stórkostlegur. Það þarf að ramma hlutinn inn. Það er hár rétt í hann og það er sem við ætlum að gera þetta í dag. Stendur viti hvað er í gangi. Já, ég ætla að byrja slúðrið á Cameron Diaz en hún fekk ekki að fara í eftirparti hjá Madonna eftir Óskarsverðlaunin þar sem að, Madonna og Demi Moore eru góða vinkonur og Cameron Diaz ávist að hafa verið að daðra við Aston Kutcher eitthvað daginn. Já. Og eitthvað svona aðeins fyrir að slástur upp með honum. Ekki, það stendur þetta ekki að það hafi verið saman. Nei. En hún var vist eitthvað að daðra við hann og það var nótið þess að Madonna var brjálu og hleypti Cameron Diaz ekki í eftirpartíð hjá sér eftir Óskarsverðlaunin. En mátti hann ekki daðra við hana, okkur ekki? Veist að því að hann er fyrrverandi eiginmaður Demi Moore og það fór eitthvað í töðunar á Demi Moore og þær eru góða vinkonur. Þetta er svona, stelpunar þær taka sér stundur svona saman og... Standa saman í þessu? Já. Sástu fyrsta þáttinn? Fyrsta þáttinn. Með Aston Kutcher? Já. Þetta var hefnin. Já, núna í vikunni? Já. Var það ekki í vikunni? Já, það er samt langt sen hann var sýndur, sko. Já, ég minna að það var núna í vikunni sem hann var sýndur í fyrsta skipti hér á Íslandi á Stöð 2. Já, mér hann ekki jafnbyggjum og tala sín. Varst þú búinn að fara eitthvað á netið og sjá þetta? Nei, þetta var inn á YouTube að því þetta var náttúrulega, þessi þáttur fekk gigatínst áhorf og ég var búinn að sjá svona flesta klippurnar þar, viðurkenna það. Já. En ekki einhverju niðurhalið, einhverju þannig bulli. Þetta er allt í lagi. Slakaðu bara á. Hvernig varst þú að fíla hann? Sá hann ekki. Nei, ok. Ég misti það á því. Allt í lagi. Herðu, en myndið þú taka þig svona saman ef þú væri með eftirparti eftir Edduna til dæmis og einhver væri búinn að reyna við þína fyrirhöndin, myndir þú svona banna til dæmis? Ekki, já, ég myndi ekki... Banna Heiðar Austmann að koma í eftirparti hjá þér eftir Edduna? Nei, ekki Heiðar Austmann. En ef hann væri búinn að reyna við fyrirhöndin þín? Alveg sama. Heiðar Austmann fær bara, hann er lordinn, sko. Hann er kóngurinn? Hann er kóngurinn. Hann er daninn, maður. Fokkar ekkert í Háa Austmann, sko. Nei. Eða Hefillinn, svo ég kýsa kalla hann. Hefillinn, hann er alveg sem með þetta. Það er næsta slúður, það er af Kevin Federline og það er ekki oft sem ég er ánægð með Kevin Federline en ég er... Hver er það aftur? Fyrrverandi eiginmaðurinn hennar Britney Spears. Já. Sem ákvað svo að byrja að rappa og fitna. En hann er í slúðrunu, aldrei þessu vant. Hann á náttúrulega 2 drengi með Britney Spears og hann er búinn að ákveða það núna að þeir byrja að vinna þegar þeir verða úlingar, þá fáið þeir sér vinnu annarkvort á McDonald's eða á einhverju svona bílaþvottastöð. Hann vill að þeir fái eðlilega vinnu sem úlingar eins og allir aðrir sem hann þekkir og eigi ekki að lifa á sér eða mömmu sinni. Ég veit nú ekki hvernig er að lifa á honum, ég held að hann sé nú ekkert að rakinn seðlum þessa dagana, en svona kannski meira á mömmu sinni. Og ég er svolítið ánægður með Kevin Federline hann. Hann vill sem sagt að strákarnir sína þegar þeir eru orðnir úlingar og 15 ára að þeir fái vinna á McDonald's og hérna stendur að hann vill að þeir læra að verða menn og séu innan aðra venjulega úlinga. Hann vill ekki að verða svona degraðir Hollywood brats eins og stendur hérna. Já, þetta er ágættur stefna hjá hann. Já, ég er ekki oft sem að maður er stoltur og ánægður með Kevin Federline en ég er það núna. Var ekki alltaf dálítið mikið í hann varið? Hann Kevin? Já. Var hann ekki svona maðurinn sem að svona... Ég veit það ekki. Hefði getað bjarga Britney? Jú, kannski dæmdi maður hann nóg snemma. En hann virkaði nú ekkert sá beittasti þegar hann var með henni. Nei. En er þetta ekki líka eitthvað sem að þú ætlar að gera við þín börn, Pétur? Batnandi mönnum er best að lifa. Þó að þú sést, Pétur Jón Sigfússon, viltu ekki að krakkarnir þínir fái sér venjulega vinnu og sé ekki að lifa á pappa sínum? Það sjálfsögðu. Já, þú ætlar ekkert að láta það komast upp með það, þú er búið þarna í höllinni hjá þér og fá að fara í jeppaðinn og svona. Þú fá að vinna fyrir sínu, sko. Ég er ánægður með það. Já, það er mjög gott. Þú ert eins og Kevin Federline með það. Við erum dálítið svipaðir með þetta, við félagarnir. Og svo er það Madonna, hún er aftur hérna í slúðrinu en hún er að gefa út nýja smáskífu.
Og menn vilja meina að coverið á smáskíðunni sé aðeins og augrandi. Þetta Girl Gone Wild heitir smáskíðan og hún stillir sér upp í mjög augrandi stellingum. Hún orðin 53 ára gömul og menn ekki alveg vissir með þetta plötuumslag. Og hérna sérðu það, Pétur, þú vilt sjá það? Já. Þetta svona, það má ekki gleyma að hún sko aldrei við mömmu mína, hún Madonna. Þetta samt ekkert eitthvað. Já, ég menn hún þarna á brjóstaraldrinum og á brjóstónum og einhverjum pinkulitlu nærböksum. Þetta svolítið svona, það þarf einhver að fara að bendin á, hún ekki 18 ára, sko. Já, hún samt ekki það sé eitthvað, þú veist. Púlar þetta alveg. Já, hún reyndar lítur vel út. Já. En maður hafði svona haldið að kona á 60-aldri myndi kannski klæða sig einhverja flotta peysu eða eitthvað smáskíðunni sinni. Já, það bara selur ekki plötur, sko. Nei. Það bara gengur. Hvað? Hún seldi vel. Það var bara í einhverju peysu á plötualbum. Nei, mannst ekki eftir hérna plötunum með Madonna, You're frozen when your heart's not open, eitthvað, Það var flott plata og það var hún í fötum og bara stóð bara fyrir vegg eitthvað. Ef þú heitir Madonna þá ertu ekki að fara að selja plötur út á eitthvað umslag, sko. Þú ert legend og þarft ekki að vera í þessum pakka eins og margar aðrar í, finnst mér. Já. Það bara mín skoðun. Og lögamæðila Blöndal, þetta slúðrið í dag? Þetta var slúðrið í dag. Vilt að ég loki aftur með trailerið? Að sjálfsögðu. Ok, þá fer ég hérna í... Að sjálfsögðu. Slúðrið í FM 95 blöð. Það var ekki flokkar að þetta, fáum Mirror með Lil Wayne og Bruno Mars og þetta svona lag sem fínt að vera með í bílum þegar maður að keyra í snjókomunni heim og vinnunni. Þú ert ofaslega vel máli farinu. Nei, ég get nú ekki sagt það en ég þakka þess að trósið. Þú komst þessu mjög vel frá þér. I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm Lil Wayne með Bruno Mars, lagið Mirror. Já, þetta vel við hæfið hérna. Já, þetta skemmtilegt og... Vel við hæfið, sko, vegna þess að ég ætla, sko, mér finnst að við þurfum aðeins að svona færa þetta á hærra plan hérna. Ok, fíla. Ég er komin í tækni og vísindi. Ertu? Já. Ok. Já, ég meina þetta klausa sem ég rak augun í þar. Já. Inn á mbl.is, tækni og vísindi. Ok. Eyrnamerkur bannaður en undarlegt hór í lagi. Já, skemmtileg fyrirsögn. Já, bannaður að virta myndir af þvægi, saur, ælu, sæði og eyrnamerk á Facebook. Já. Vissirðu þetta? Nei, en ég svona getið mér þetta. Hvað sagði þið? Þvægi? Það er bannað að virta myndir af þvægi, saur, ælu, sæði og eyrnamerk. Ok, æla, hún bönnuð hana? Já, eyrnamerkur, hvað? Hvað svona... Shit, þetta eyrnamerku, við þurfum að blokka. Eitthvað að því að taka myndir af eyrnamerku og segja hæ, ég eitthvað bara allir hressir í dag, setja svona status. Þetta smá flitt frá mér til ykkar. Eyrnamerkurinn og kallinum. Já, þannig að það bannað. Það svona bannað. Bara klúðum þetta maður. Þetta gerir að verka og ég nenni ekki að vera hana. Það líka spáðið að vera blokkaður fyrir það bara. Þetta akkur ekki á Facebook lengur. Ég hendi einhverju mynd af eyrnamerknum og mér hann daginn. Það er lítið svesen með hennar eyrnamerk sem þetta var allt villist út af þessu. Ég var bara blokkaður. Viðmiðunarreglu sem að Facebook styðstu hvað má setja og hvað má ekki setja. Og það var einhver maður sem vinnur hjá Facebook við lúsalaun við það að fara yfir efni á samskiptasíðunni. Og hann tekur fram hérna að það er lagi, það má birta myndir af líkansvessum en þó tekið fram að það má ekki birta neina myndir af líkansvessum en það er í lagi að taka fram að taka myndir af undarlegt hór. Það er í lagi. Stendur þetta, innan gæsalaf. Eitthvað svona langt eitthvað viðbjóðslegt þá kannski. Já, sem og teiknimyndir af saur, þvægi og hráka. Já. Þannig að þú teiknar mynd af kúk, þá máttu henda því. Ok. Þannig að þú veist, þá getur þú farið að vasast í þessu, sko. Já, þá vitið það þarna úti sem eru á Facebook að þetta er sem sagt leyfilegt en ekki hitt. Þannig minna, ég spyr sá sem ekki veit. Það sé ekki fullt af fólki búið að setja alls svona myndir inn. Já, ég hefði haldið að æla væri í lagi, ekki það að æla sé eitthvað smekklega þarna inn á, en að því að maður er alltaf að sjá okkur að jammyndir og eitthvað svona. Já, hlýtur að vera. Mér finnst það endilega eins og ég sé eitthvað liggjandi í eigin ælu einhvern veginn á Facebook, það er kannski byrlið mér bara. Já. En er þetta ástæðan fyrir að þú neitar að fara inn á þennan samskiptavef, Pétur? Já, ég neita að fara inn á samskiptavef sem að leiðir ekki að sína myndir á eyrnamerk. Já. Það er bara algjört lykilatriði. Þú mátti flagga eyrnamerknum þínum inn á MySpace eins og vildir þið ekki? En ástæðan fyrir því að það er sérstakt fyrirtæki sem heitir Odesk. Já. Sem nefnt hérna. Já. Sem er sérstakt fyrirtæki sem er fullt af fólki í vinnu við að fara yfir. Já. Það sem verið að posta á Facebook. Hvað er að gerast þar? Já. Já. Og ástæðan fyrir að það fyrirtæki til
svo að það í raun og veru fólk búið að vera að setja inn myndir af þvægi, saur, ælu, sæði og eyrnamerg. Já. Þannig að það hefur einhver bara í borðið og sagt, heyrðu, þetta gengur ekki. Nei. Það er fólk bara að setja myndir af sæði hérna og þetta er bara viðbjóð. Það skýra línu gaman. Já, þannig að það hefur einhver snillingurinn, businessmaðurinn, séð sér leika á borðið, að stofna fyrirtækjum þetta. Við séræðum okkur að vinna hérna myndir af sæði. Hvað gerir þú? Ég er nú að leita myndum á netinu sem er bara sæðismyndir og eyrnamergur og svona drastmaður. Það er mikið að gera, já, það er brála. Já, ég fann 3 þvægmyndir hérna fyrir hádegi og það var allt vitlaust. Bullandi yfirvinna alla síðustu helgi út af þessu. Já, komst ekki heim. En það voru aldrei neina myndir á MySpace. Það er ekkert allir hlustendur mínir sem vita það að þú varst eitt aðalgaurinn á MySpace, Pétur. Nei. Maður fór ekki inn á MySpace á þess að maður sæði þig blikkandi online. Og það voru fáir jafn duglegir að skipta mood. Mástu, þú gæst sett svona nýjan kallinn hvernig skapið varst í. Ég veist, bull er þetta í þeim, maður. Maður sá þig ekki ósjaldan á föstudögum með bjórkallinn svona að gefa þig. Þetta er leiðin. This is Peter's mood right now. Nei, ég er að stríða þér. Skipt lög og svona. Já, það setur einhver góð lög. Eitthvað gamalt lag með Dífis mót og eitthvað. En talandi lög, þá styttist hérna í karaoke-keppnina og svo er minn uppáhaldskarakter hérna rétt handa við hotnið. Það er hann Gunnþór. Já, og svo erum við... Já, hvað sér þið? Megum ekki gleyma öllum bíómiðunum sem við ætlum að ríða þér út. Það er rétt, við ætlum að gefa 10 miða á Svartur á leik en það þýðir ekki að hringja inn alveg strax því að við ætlum að gefa fólki miðana sem er búið að vera að hlusta á þáttinn. Við spyrjum eitthvað úr þættinum og eftir. Ég nenni ekki einhver bara setjast í bíli sinn klukkan 20 mínútur í 5 og svo allt í bara vinnur hann bíómiða. Þetta þarf að vera diggur hlustandi. Gætum jafnvel spurt út í þessa Facebook-frétt sem við vorum að tala um þetta rétt á. Hvað má og hvað má ekki? Hvaða myndir má birta og hvað ekki á Facebook. Og geðum við smá Gunnþór þannig að fólk viti hver það er sem er hérna rétt handa á Þetta er Gunnþór, styttist í hann er að fara að láta olíufélögin heyra en þetta er hins vegar Pitbull með International Love. Pitbull, þessi maður sló í gegn á Óskars stjörnu All-Star helginni í NBA körfuboltanum. Þar var hann með tónlistin í hálfleik og ég sá það reyndar ekki sjálfur en menn í kringum vildi meina að það verið stórkostlegt. Aha, hverjir? Hjörvar Hafliða og fleiri þannig að ég veit ekki hversu mikið það er að marka það. Já, ég meina, hann er nú sérfróður í þessum málum. Já, ertu Pitbull aðdáandi? Ertu hrifinn af þessu manni, Pétur? Ekki músíkin hans. Nei. Ég held að þetta sé opaslega fínn náungi. Já. Hann virkar þannig. Já, hann virkar, það er alltaf stuð hjá hann greinilega. Já, þetta er svona vinna sinna og maður sem að stendur við sín orðu. Maður verður að meta það sko. Það er alltaf að það er gaman hjá mönnum og þá einhvern veginn er maður hrifinn af þeim. Já, ég held að þetta sé maður sem er gott að eiga sem vin. Já, ég er búinn að vera að spyrja menn alla vikuna, Pétur. Ég ætla að spyrja þig núna áður fyrir mjöglýsingar. Ef þú mætti djamma með hvaða 3 mönnum sem er í heiminum og var að fara út á lífið og mátt velja bara hvaða 3 sem er, hvaða 3 tækir þú að djamma? Ég gleymdi að spyrja þig þessu í síðustu viku. Ég er búinn að spyrja allara. Já, hvaða 3? Já. Og ættir að fara út á lífið, hverju svona komið upp í hugan? Já, þú kemur svolítið að þannig með núna maður. Ok, viltu hugsa þetta og svara svo eftir eða? Nei, sko, Kiefer Sutherland. Myndur þú taka hann? Ég myndi vilja fara með honum. Já, ef þú skildir lendi í ykkur í vesinni og svona. Já, ég held að það sé ekki leiðilegt að dema með Kiefer Sutherland og Charlie Sheen. Charlie Sheen, það er vel gert. Þeir voru gamli vinir. Hver var í 3. Ég var til í að fara með þeim 2. Og svo jafnvel annað svona reyður einhver. Pétur Jóhann, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland og hver er með einhver? Kiefer Sutherland og einhver svona annar svona bad boy. Einhver annar bad boy? Já, McConaughey eða eitthvað. Matthew McConaughey? Já, er hann ekki alltaf... Engin mál segja hann, jú, hann er held ég alveg nettur á djaminu, sko. Já. Virkilega hress og fárálega myndalegur? Já, myndalegur. Það kemist svolítið inn á klúbbana bara í gegnum hann. Já, hann væri svona til að redda ykkur inn. Já, okkur hinnum. Mér og Kiefer Sutherland og Charlie Sheen. Já, ég er með 3 hérna með mér, það er lægi. Ætli það ekki með því? Það er alveg svartir einhvern veginn fyrir aftan hann. Farnir að drykju. Ég var að henda inn stórkostlegri mynd af Pétur Jóhann inn á Twitterinn. Ef þið farið inn á ÖTB þá sjáuð þið, þetta er það sem við kölluðum út í kaupin Bánsan. Hugsaði, nú er eitthvað fyrirtæki að skoða þessa mynd. Já, hvort þú sé leyfileg. Já. En þetta er... einhver staður út í einu stóra heimi. Já. Veitu, hvað er þetta? En myndin sem ég var að posta þeim, það var þjónn í Kaupmannahöfn sem leit svona út einu sinni. Þegar við vorum að taka fyrir úti. Já. Þar var þessi Greta til. Og ég myndi skoða hana því að hún kemur við sögu eftir þegar við gefum bíómiðana á Svartur á leik. Ætlum að fara eins og hérna í auglýsingar og svo það Gunnþór. Hann ætlar að láta bensínfélögin hérna í landinu heyra það. Mikið að gera. Það er alltaf að gerast. Og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto.
10. mars í Vodafone-höllinni. Miðasal í fullum gangi á miði.is og nú uppselt í VIP-svæði. Allir sem kaupa sér mið á tónleikana geta komið með í sérstakt Tiesto eftirparti á NASA eftir tónleikana. 20 ára aldurstakmark á NASA og þú framvísa miðanum þínum til að komast inn. Ekki bíða, tryggðu þér miða strax á Tiesto á miði.is. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Mini-pítur, frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem Pítan, sími 562 90 90. Pítan, alltaf fersk. 1 SMS í 1917, hraðpenningar.is. Smash glæný þáttaröð frá Steven Spielberg og framleiðendum Chicago og Hairspray. Dramaþáttur af bestu gerð. Smash hefst á mánudaginn. Smelltu áskriftin á stöð2.is. Stöð 2, skemmtilegri. Nú býður Aktu-taktu upp á gómsett grillað baguette og kók á aðeins 399 krónur. Já, ég sagði 399 krónur. Dílar.is í dag. Vaks upp að njám á snyrtistofunni Nox á aðeins 2100 í stað 4200. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia. Lakkeról slættir úr rullunum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. FM 95 Blöð með ykkur hérna á þessum miðvikudegi. Það eitthvað smá snjókom út en við látum það ekkert á okkur fá. Því að það komið að... Hvernig veistu það? Karakter, ég sá það hérna rétt á. Það var eitthvað smá snjókoma. Það komið að karakter sem að, þetta bitur gamall maður sem að við erum með hérna núna og hann búinn að láta bankana heyra það, hann búinn að láta lífeyrissjóðana heyra það og nú hann Pétur orðinn vel þreyttur á þessu bensínverðið, þegar ekki? Jú. Og hvað endar það eiginlega? Heldur þetta fólk sé ekki alltaf búið að heyra, þú veist? Nei, við verðum bara að treysta á það, þetta fólk hérna á skrifstofunni sé ekki að hlusta á... Treystu því bara? Já. Það er ekkert allir að hlusta á það. Það er enginn að hlusta á það. Nei. Og hann við erum að tala um bara hvar endar þetta bensínverð, hann vel þreyttur á því, eða ekki? Jú. Og hvað, Og fyrir þetta partí ekki að verða búið og... Já. Herri, ok. Allir með öllum. Já, ég ætla að byrjum á Ólís, skrifstofan þeirra. Já, það er það ekki... Nei, Ólís, já, það er... Ok. Já, hvað, það er útskýra það eitthvað betur fyrir þeirra? Nei. Halló? Ólís, góðan dag. Halló, bara unni hálfan daginn hann það? Er bara unni hálfan daginn hann það hjá þér? Nei, það er ekki unni hálfan daginn hjá mér. Nei, akkur er alltaf lagt á mig þá? Já, nú veit ég ekki. Nei, ég búinn að hringja það er alltaf slitna sambandið. Við hvað viltu ná sambandið? Ég var að tala nú eitthvað, það skiptir engum máli, það getur engin svarað. Neinu sem er með spurningar um. Já, ég get alltaf ekki... Hvernig stendur og ég er alltaf bent á þennan og þennan og ég get ekki. Hvenær á að svara þessu spurningu sem maður er með? Hvenær á að hækka þetta endalösa bensínverð upp úr öllu valdi? Og hvenær verður það búið? Hvenær verður það partí búið? Getur þú svarað því? Halló? Anskotin. Og nú er skellt að þig, við erum bara... Nú lagði bara á. Já, ég er ekki hissa, en prófa menn einn. Það var ég ofreiður. Já, sko, þú verður að gefa þeim aðeins en svona á svara, skilur. Svona náðu þeim aðeins á þitt band. Já, ok. Svona skellt ekki alveg beint á, en... Kemur direktorinn inn, maður. Það er mjög gaman að þessu. En góðan dag. Já, það var slitnaði þarna hjá mér, ég var að tala við eitthvað náðan. Tala við hvern? Ég veit ekki, hann kynnti svo nú ekki, ég var að spurja hvenær ætti að lækka þetta bensínverð. Nafnleg, geta gefað samband við Magnús, gjör svo vel. Já, var ég að tala við þig áðan, þegar slitnaði? Nei. Ég var að spyrja þarna eitthvað hvenær ætti að lækka bensínverðið, við hvernig var ég að tala þá? Ég veit ekki. Og getur þú svarað því hvenær þið stefnið á að lækka það? Má ekki hringja í því aftur? Ég hef engan tíma í það, ég vil bara fá okkur svör, ég er sífellt byrjað að benda manni og senda manni eitthvað annað. Í hvaða síma ert þú? Hvernig stendur á,
Það er ekki hægt að svara bara svona einfaldri spurningu. Það er sífellt verið að nýjast á fólki út kvipin og kvappin og þið alltaf bara í góðum málum. Erst þú í 512.000? Já, það getur vel verið. Hvað er ég veit það? Ég vil bara fá einhver svör. Heldur það sé eitthvað möguleiki? Ég skal hringja í þig. Hvað heitir þú, vinur? Gunnþór heiti ég. Og þú getur alveg hringt þess að þú vilt. Ég hef aldrei hringt. Margótt búið að taka niður skilabóð, aldrei hringt tilbaka. Það er sjálft að tegna þetta. Menn er svo upptegnir að því að allir með öllum hennar. Er það ekki að segja þau að gera? Bað ykkur í freyðivíni og hver með öðrum? Halló? Það er bara skella. Það er allir búin að fatta þetta. Það vita allir af þessu gæði. Alls ekki bara, þú veist. En þú þarf ekki að vera að tengja við að vera búin að hringja á þér. Þú mátt alveg byrja alveg bara rólegur, bara til þeim með stelpan á deskinu. Það er svo gott að byrja svo. En eins og stelpan bara á deskinu, sem er að vinna þarna. Já, bara, hvað er að frétta eins og þetta sé henn að kenna? Skilu, prófum minna Allandsolju. Bara beint í hvenær á að lækka verið? Já, við konar, veist, greið. En Allandsolju, eru þeir ekki alltaf með bara? Nei, þeir eru ekkert að lækka þetta. Þú getur minnst að sagt við að það átt að vera eitthvað samkeppni. Góðan dag. Þú er nátt sambandi við alltaf sama verði, sko. Í augnablikinu eru allir þjónustu fulltrúar okkar uppteknir, en símtölu verður svarað eins fljótt og auðið er. Athugið að öll símtölu eru uppaldið bytt. Allandsolju, alveg það? Já, gott og sæl. Ég nákvæmlega svona aðtúa hver þið eru með lægsta verið, þið gefur grút fyrir það, ekki? Jú, við gefum það. Er það steinsteikavín? Nei, hvað? Og það er alltaf sama sukki og svingari, það er alveg sama hvað tippiði niður. Já, það er við markastjóra. Við erum að auglýsa eitt en svo gerist eitthvað allt annað. Já. Það er hundlegur og það er tegulega, það er ekki tankurinn dugar ekki einu sinni fyrir að koma hann frá og til og frá vinnu. Já, má ég bjóða að ræða við markastjóra? Það er alltaf leið, það er alltaf verið að senda maður hvort þið er eitthvað. Já, best bara að tala við manni sem að... Það er ekki nokkur einandi maður svara nýnurið. Sífælt baðandi, allir með öllum hann. Yngra eins og línu. Halló? Já, er ég að trubla ykkur af vissluna þannig? Lóksum gefið sér tíma til að svara. Halló, já, var ég að trubla þig kannski? Við hvað tala ég? Gunnþór heiti ég var að kvarta þarna yfir því að þið eru sífellt að auðlýsa því svo ódýrastir en það er steinstengavegin. Gunnþór, hvað er síminn hjá þér? Hvað er síminn hjá mér? Það er 5.15 eitthvað, það veit ég ekki. Ég ætla að hringja þið tilbaka, Gunnþór. Já, blessaðu genið það er alltaf sífellt verið að segjast alltaf að hringja tilbaka og hringja aldrei nokkur einasti maður. Það er svo vegna að þið hafi ekki tíma, það er sífellt verið að allir með öllum þarna hjá ykkur vandalega, ekki? Gunnþór, hvað er síminn hjá þér? Baðandi sig upp úr kampavíni og öllum miljónunum sem við erum að græða á fólkinu í landinu. Svínandi á hverjum sem þið getið. Gunnþór, ég verð að fá að vita hvað... Það er alltaf sama sagan, það er alveg sama. Verð að fá að... Það er algjörlega með óvíkjendum að þið getið bara vakna á mótnana. Að gjörsamlega samvinskuleysir allir saman. Gunnþór. Bensínkongarnir þetta baðandi sig í freyðivinni og barðandi jarðaber og guðmávita hvað með berar, strípimeyjar við sérfellið og allir með öllum. Það er nú heila málið. Allir með öllum. Hvað er þessu? Þetta hlæja ykkur. Þetta er æðislegt. Hann að hlæja. Já, hann er bara að hlæja þetta. Við höfum að gæja hann bara. Hann er búin að fatta þetta. Já, ég held það. Anskoti. En það var gaman að segja hvað síðan. Herra, afsakaðu orðnaði. Allt í góðu. Þetta var alveg yndislegt. Þetta er resandi að fá eitt svona brjálaðan kall á sig. Er þetta röddinn sem ég þekki? Þetta er Pétur Jón Sigfússon sem var brjálaði við þig, sko. Það er bara heiður að fá að heyra í ykkur. Já, sömulegis. Lost syngur Rihanna hérna sem er í þessu lagi Take Care ásamt Drake. Þeir að hlusta FM 95 Blöð hérna FM 957, Pétur Jón Sigfússon með mér og Gunnþór búinn að kveðja Olíufélögin. Já, hann sá í gegnum með hann í lokin. Já, hann var fann að kannast röddina hennar. Hann var samt alveg að fulla að reyna að tala við þið fyrst, sko. Já, hann gaf þessu sjans. Já, ég held að það verið strípi með hérna sem gaf þetta upp. Já. Strípararnir. Fór aðeins yfir strikið hana. Það kæm hann svo sem ekkert óvart, þetta væri allt bara að baða sig í kampaðinni og fyrir peningin okkar. Þetta er Gunnþór eða þannig típa, sko. Hann vil meina að hann er að vinna hörðum höndum fyrir sínu fáu örum og
þá eru allir hinnir að baða sig í kampavinni bara og allir með öllum, sko. Já, og ég hafði að byrja upp hvort öðru og... Já, háu herrar allstaðar út um allt. Mega vallaður að því að taka síman, sko. Já, nákvæmlega. Það er svo gott partí í gangi á miðvikudegi. En það styttist ef við gefum með á Svartur á leik. Ég hvet fólk til að fara inn á Twitterin hjá mér, þar er skemmtileg mynd af Pétri Jóhanni, inn á ÖTB. Og svo mynd geti komið við sögu hérna á eftir þegar við gefum með hana. Tenging. Já, við ætlum líka að tengja þetta við þáttinu. Við ætlum bara að gefa fólki miða hérna eftir sem hafa verið að hlusta þáttinu í dag, eða ekki? En þarf maður að vera með Twitter til að geta að skoða þetta? Til að fara inn á? Já, þá bara addaru akkantið, það er ekkert mál, sko. Já, það er ekkert mál. Nei. Enga stund að því. Þá ertu komin inn í. Já, ef þú ert ekki með Twitter, þá líka bara spurjum við út í þáttinn hvað er búið að gerast hérna. Það er líka mjög stutt í karaoke-keppnina, hún er hérna rétt handað við horni. En ég ætla að spyrja þig núna hérna örsnögt, Pétur, því að ég var að fá sent hérna mesta tungubrjótur, þetta á að vera mesti tungubrjótur sem hægt er að fá á amerísku tungumáli, eða á ensku. Og ég ætla að reyna að lesa þetta sjálfur og ég var alveg til að heyra þig lesa þetta svo. Svo ætla ég að láta sveppa þetta þriðjudaginn því það eru fáir lélegir en hann í ensku. Ertu tilbúinn? Já. Ég skal rétta þess á textan hérna. Geturðu lesið hratt? The sixth sick shakes, sixth sheep sick. The sixth, ok, ég ætla að lesa það núna hægt, svo ætla að lesa hratt. Þetta er sem sagt, the sixth sick shakes, sixth sheep's sick. Það er náttúrulega rétt að bæði. Geturðu lesið þetta hratt? Farðu bara beint í það. The sixth sick shakes, sixth sheep shakes. Nei, sheep, það er ekki sheep. Nú? The sixth sick shakes, sixth sheep sick. Nei, það var ekki rétt hjá þér. Jú, það var. The sixth sick shakes, sixth sheep shake. Já. The sixth sick shake, sixth sheep shake. Sick, sorry. Hún er þess að þetta ágætlega. Þetta er ekkert flókið. Nei, þetta er, ég held þetta er gaman, en það voru mistök, þetta var hundleðilegt og ég byrði til hlustendur afsökun á þessu. Mér finnst það vangið. Gerum þetta einu svona. Six. Herru, við ætlum að fara í auglýsingar og svo er það karaoke-keppnin, hann að Pétur gerði tilbúin, fyndu lagið og eins og alltaf þá er það hlustendur sem að velja svo, hvor flutningurinn er betri. Þetta verður í best of. Já, þetta verður í best of þættinum okkar. Við náðum svolítið bara á vísi.is. Þetta six hérna. Þetta atriði með 6. Það verður á vísi.is, við erum komið bara rúmlega 6. Svo gefum við líka miða á Svartur á leik hérna rétt handað. Þetta var öfurlegt. Sparar 40.000 krónur ef þú kemur með til Akureyrar í skíðaferð FM 957. Þú borgar 22.900 krónur fyrir að fljúga með flugfélagi Íslands fram og tilbaka. Rútuferð frá flugvellinum og beint upp í Hlíðarfjall þar sem þú færð helgarpassa í fjallið. Á eftir ferðu í brjálað Finnlandia-partí á Pósthúsbarnum og hvíliði síðan nóttina á gistiheimili Akureyrar. Ef þú skipuleggur svona ferð, myndur kosta 60.000 krónur. En ef þú skráir þig í skíðaferð FM 957, þá greiðir þú aðeins 22.900. Hringdu núna í 570 30 75 og bókaðu þig hjá hópadeild Flugfélags Íslands. Komdu með í skíðaferð til Akureyrar með Flugfélagi Íslands og FM 957. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Lakkeról og þú týnist í kynnslóðum. FM 95 Blö á FM 95. Sigfússon sem þetta talar og á móti við sittur út í Blö, blessaður út í hvernig er á hvað? Herri, ég góður, það er bara komið að karaoke-keppninni. Voru þetta ekki svona hátt uppi? Já, sorry. Það voru að vera hátt uppi, ætlar að vera á þessum stöðum, mann. Já, það er víst þannig, það er komið að karaoke-keppninni miklu. Ert þú í stuði, Pétur? Já, ég er í svo vant á stuði, maður. Ég held að þetta sé bara bánlingandi fyrir. Já, hvaða lag ætla kallinn að syngja í dag? Heyrðu, það er þematengt. Það er þematengt, ok, við erum konir í venjulega rödd. Fíla það? Já, venjulega rödd. Já, þematengt. Ég tók þematengt síðast fyrir viku síðan. Þú ert svolítið oft svolítið þematengdur. Já, bolludagurinn var fyrir viku síðan, ef ég maður rétt. Já, það var öskudagurinn. Það var öskudagurinn. Já. En tók ég bolludagslaga? Nei, ég tókst öskudagslaga. Já, ég fyrir búning. Alveg rétt. Og vannst, þú ert núna 4-2 yfir í þessari keppni, þannig að það er mikil press á mér í dag. Já, þannig að ég ákvað að fara í aðra tengingu. Ok, hvað ert að fara að tengja? Það hlaupa á stafur í dag og þú myndist á hana konu hana Ragnheiði Hildigerði Hannesdóttur áðan. Já. Hún er samkvæmt deginum í dag 22 ára í dag. Ok. En hún er samt 88 ára. Já.
Það er náttúrulega því að þú veist, 29. februar. Já, og hann ber bara upp á 4 ára fresti. Já. Sá dagur. Og skjössalega með þetta á hreinu. Já, þannig að ég ákvað að syngja til hennar afmælislag. Ok, og hvaða lag er það sem að þú ert búinn að breyta? Ég ætla að taka lag sem að er með tónlistamanninum Ricky Martin. Ok. Sem er einfaldlega vegna þess að ég er búinn að biðja lag með Ricky Martin hér frá því ég byrjaði að vera í þessum útsendingum með þér hérna á miðvikudögum. Já, ég ætla að spila hann á eftir. Ætlar að spila hann á eftir. Þú er alltaf sagt, á aldrei staði við það. Þannig að nú er komið að karaoke og þú ert nöðbeigður til að spila Ricky Martin og ég vil að sé lagið She Bangs. Ok, þá ætla ég að finna þetta hérna í tölvunni, maður sjá. Þetta er þetta komið, Ricky Martin She Bangs, þannig að þá er bara að setja þetta hérna og... Heyrðu, ég á að vera með þannig mikrofón hér. Já. Sorry fyrir ekki, ég bara er hérna sko. Ok, það er þessi. Já, og þú ert til að bara segja með þegar þú ert tilbúinn. Ég er svona nokkurn veginn tilbúinn, já. Ok, og bara setja þetta í gang. Sett þetta í gang. Ragnheiður Hildigerður, þetta er til þín. Það hafði ekki með daginn. Ragnheiður Hildigerður, Hannesdóttir er 22 ára í dag. Hún hefur þó lifað í 88 ár og er elsti Íslendingur. Njótum dagsins, það er hlaupársdagur í dag. Já, þetta var virkilega fallegt einhver. Ég var komin 2 yfir. Nei, þú veist, ég var komin yfir 2. Ég veit að ég horfði á þess að bara sko fylgjast með hvenær þú væri komin í 2 mínútur. Þú varst bara með svona þangtur og fórst í 2. Það er ekki rétt. Það er einhvað sem er mjög vel gert hjá þér. Ég var mjög ánægð með þetta. Já, þakkaði fyrir. Var þetta off? Nei, þetta var hrikalega flott. Já, þetta er verðugt lag hérna. Mikið er ég feginn að vera búinn með þetta. Já, mitt lag er líka þematengt í dag. Það er líka þematengt? Já. Vá. Ég er að fara að syngja sko, ég á 2 vini sem að, þótt ótrúlegt megi virðast, þetta eru 2 af mínum bestu vinum, þeir spila báðir World of Warcraft og þessu 32 ára. Ok, já. Og það er ekki töff við það. Að vera 32 ára og hangi World of Warcraft. Nei, það er ekki töff. Og já, lagið mitt fjallar svolítið það sko. Já, og hvaða vinnir eru þetta? Já, annar heitir Frændi og hinn heitir Svessi og þetta er svona tilenga þeim. Er þetta tilenga þeim? Eiga þeir afmæli líka? Nei, þeir eru ekki afmæli en þeir eru í World of Warcraft og lagið mitt fjallar svolítið það. Ok. Ok, þú er ready hérna? Ég er ready. Ég datt aðeins að út, ég viðurkenna. En ég datt líka út, mér var það ógeðslega flott maður. Þetta var svona, við dautum báður aðeins út úr textanum okkar þarna. Já, ég datt út úr mínu texta, ég datt út við að hlusta á þig. Nú, þakka þér fyrir það. Þetta var óbáslega flott maður. Já, nú er samt, ég veit ég að bæði Svessi og Frændi verða brjálæðir. Því að ég held reyndar að þessu báðir hættir í World of Warcraft, en þetta lagar samt til við 32 ára gamlir. Já, karaoke-keppni FM 95 Blu er lokið. Við tókum hér sikkort lagið. Ég tók Ricky Martin, She Bangs og breyttið í afmælislag til hennar Hildigunnar Ragnheiðar Hildigunnar sem á 88 afmæli í dag en er samt bara 22 ára. Já, ég breytti Video Games í World of Warcraft lagið og það eru hlustendur sem velja núna 511-0957. Þetta verður erfitt. Og fyrstur upp í 5 atkvæði, hann vinnur, staðan er 4-2 fyrir Pétur í heildina og veitir mér svakalega keppni hér í dag. Fáum hlustendur inn, FM 95 Blu, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað fyrir? Öddi. Takk fyrir það maður. Heyrður hvað var hann ákveð? Já, ég er ánægður með hana. Ég held ég hef aldrei fengið fyrsta atkvæði, Pétur. Jó. Það er alltaf fyrsta. Já, það er mjög gott að ná fyrsta. Ég þakka að kella fyrir þetta. Takk fyrir. Þegar þú rústaði mér einhvern tímann. Bara það var bara rúst, sko, þá fegstu fyrsta atkvæði. Nei, ég held nefnilega ekki. Ég held ég aldrei fengið fyrsta. FM 95 Blu, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, það er Öddi. Það er Öddi, já. Við Video Games að koma inn, maður. Já, þetta var náttúrulega klúður hjá mér, sko. Það er greinilega engin. Það var flott hjá okkur báðum, en Öddi tók þetta núna, alveg. Engin, Ricky Martin. 100%. Já, þetta var flott hjá mér samt líka. Alveg. Já. Það var mjög flott. Ég fæ svona hálft stig. Já, alveg hálft, sko. Já, ég set það hérna hálft hérna. Þá er ég komin inn allavega. Nei, ég set það ekki. Takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir. Ok. Herru, það er, karaoke-keppni. 2-0. Já, ekki vera að jinxa þetta hérna. FM 95 Blu, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Fyrsta spurning, hvað sem er textara?
Við semjum á sjálfur. Já, Auði Blöð fær sko vinningin þetta skipti. Takk kærlega fyrir það. Einhver texti. Er það ekki? Jú, ógeðslega flottu texti. Takk fyrir það. Ég reyndi að vera barinn af, góðum vinnum mínum þarna, en það verður bara að hafa það. Það skiptir engu. Takk kærlega fyrir þetta. Alltaf bæ. Þetta náttúrulega, þú náttúrulega sandir textan þarna við þarna, ég skerði með hjarta úr. Herru, sko, ég tek eftir, alltaf þegar þú fær atkvæði, þá ert alltaf að tala því litur hlustendur og þú að kamma og svo núna þegar ég fær atkvæði, þá bara segir ekki. Þú leggur svo fljótt á, þú ert með takkan. FM 9 fyrir blökk og ég get ekki. FM? Hæ. Herru, Auði vann. Nei, býttu. Já, ég býttu neitt. Það er 4-0. Já, leið mér að, ertu búin að leggja á hana? Nei, hún er hérna. Nei. Heyrðirðu bæði lögin? Já. Og heyrðirðu, þú veist, mitt, þetta er ammælislega til konu sem er 88 ára gömul. Já, ég veit það. Og ég meina, sástu, þú veist, fréttablaði í dag og viðtal við hana. Nei, ég reyndar ekki. Nei, þú sást það ekki. Já, sko, hún er sko 22 ára í rauninni, nei, hún er 88 ára en samt 22 ára, sko. Ég var að syngja til hennar, sko. Já, fólk nær því alveg, Pétur. Já, náður þig alveg. En hvað gerir þú svona? Halló, hvað gerir þú? Hvað ger ég? Já. Ég er bara, hvað meinar þú? Ertu að vinna þetta í skóla og svona? Ég er að vinna bara. Já, hvað ert að vinna? Samkvöld. Samkvöld? Já. Er þetta gott mál? Við skiljum kveðið þangað. Ertu alveg viss hvert þú vildir senda atkvæðið? Já, ég ætla að kjósa þetta. Takk æðislega fyrir það. Ég ætla að skella áður. Það er 4-0. Nei. Ég get tekið á nullinu hérna. Ég fæ eitt gott atkvæð hérna FM 9 fyrir blökk, góðan daginn. FM? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segirðu? Ég ætla ekki að láta Auður vinna þetta. Nei, ég hef getið unnið í fyrsta sinn 5-0. Já, það gengur ekki. Andskotis. Ég ætla að fá líka að fá að útskýra atkvæðið mér, sko. Ok, gott að með. Mér var svo einlægt, þó þetta kannski ekki verið nógu vel sungið hjá ykkur báðum, þá var þetta bara einlægt hjá Petri, sko. Já, en ekki hjá mér. Maður sem er að berjast við vini sem er hangið í World of Warcraft. Ég var að rakka niður vinn maður, það gengur ekkert. Nei, ég var ekki að rakka niður. Ég var að segja hvað hann væri góðu söngvari og hann ætti heima þar og... Það er reyndar rétt. Það ætlar að breyta því þá yfir á þetta. Nei. Ok. Einlægnin vinnur þetta, sko. Ok, takk hjá þetta. Eitt stig á kallinn, takk innilega fyrir vinnu minn. Herðu, það er 4-1 að karaoke keppni. Nei, ég held að það sé 3-1. Nei, FM 9 fyrir blökk, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Pétur og aðgæðið mitt. Fæn Pétur aðgæðið mitt. Yes! Hann að koma sterkur en tilbaka. 4-2, herðu, nú er stressaður. Nei, ertu búin að leggja á hann? Nei, alls ekki. Herðu, takk innilega fyrir atkvæði. Minnst á málið. Takk. Og bóðslega vel þig. Þetta eru örugglega ættingjar en Ragnheiðar Hildigunar. Má sjá, FM 9 fyrir blökk, góðan daginn. FM. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég vil gefa Pétri atkvæðið mitt. Nei, ég ert ekki að grínast. Ég var 4-0 yfir, ég komin í 4-3. Hvað heitirðu? Ég heiti Ljónara. Ljónara, hvað er reikningsnúmerið hjá þér? Það hendinn og einhver 20 skall. 20 skall fyrir 3 atkvæði. 20 skall. Takk innilega fyrir þetta. Já, bæ. Ok, bæ. Ég trúi sér ekki fyrir að læðast þér náttúrulega. FM 9 fyrir blökk, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig hefur það í dag? Herru, ég hef bara yndislegt en þið. Já, við höfum bara feiki, sko. Hvernig er veðrið? Við sjáum ekki út. Nei, herru, ég er nú hérna að ringja frá Höfn í Hortnafirði. Ok, hvernig er veðrið hjá þér? Það er bara sól og blíða. Það er alltaf gott. Alltaf gott veður á Höfn í Hortnafirði. Ríkalega gott. Alltaf gott veður og það er bara gott fólk sem kemur þaðan. Hvert er þitt atkvæði, elsku vinur? Það ekki? Hvert er þitt atkvæði? Ég ætla að gefa Auði með þetta. Ég var á stressaður, maður. Ég ætla að fara að öskra. Yes! Það munar litlu. 5-3, maður. 5-3. Mér var þetta ríkalega flott hjá þér. Takk hérlega fyrir það. Já, næ, ég beði heilsa á Höfn í Hortnafirði. Já, ég skila því. Sjáumst á Humarhátti. Halló, ég beði heilsa líka, sko. Já. Þó atkvæði hafi kannski mátt fara betur en ég minna, þú veist. Auður. Já. Viltu byrja með mér? Ég? Þú ert svo ríkalega kynæsandi. Takk að kjalla, það er bara aldrei að vita maður. Ef maður snýst í þá áttina, þá getur við alveg skoðað það á einhverju góðri Humarhátti. Það er bara sambandið á Facebook. Hafðu sambandið með þar, við tjekkum hásefnur. Já. Later. Ertu að tjalda þeim með lækinu? Nei, það er alltaf að hafa möguleikun að opna ef þetta fyrir út í það. Ég var bara sánað með 5 atkvæða, ég var til í allt. Ég meina við tjekkum alltaf hvort að sigur sé alveg. Já, hvernig hefði farið? En þú veist ég náttúrulega, það er komið sigur samt. Já, töldu þið rétt. FM 9 fyrir blökk fyrir að fikið þitt atkvæði. Auðun. Takk, æðislega fyrir það. Innsigla, takk innilega fyrir. Takk, við erum að sjá hérna, hver að fengið þitt atkvæði?
Já, góðan daginn. Herðu, hann Auðun verður nú að taka þetta nú. Já. Þú ert búin að innsigla, sko. Þú ert búin að ekki bara, þú ert búin að jarða þetta. Reyndar, sko, illa farið með vinninn að kjafta því að hann sé að spila World of Warcraft. Já, það er mjög illa farið með. Það er nú samt hægt að segja verra menn, sko. Já, maður vill ekkert að neitt viti þegar maður er að spila þessa tölvuleiki, sko. Nei, þeir eru reyndur oftast bara einir í myrkurinn að spila þetta. Já, sérstaklega þetta er svona hálfgerðir barnalega fígúrur sem eru hoppandi. Það er það besta í þessi tölvuleikur, ef að fólk hefur ekki séð World of Warcraft. Þetta er eins og, veist, þegar ég sá þetta fyrst, þá hélt þetta verið fyrir 6 ára. En ég meina, hann býr með þér, eða ekki? Jú, en hann er þetta hættur í World of Warcraft. Er hann að spila þetta heima á þér? Nei, hann er hættur. Já, ok. Herru, takk aðeins fyrir þetta, vennur. Ok, takk fyrir. Herru, þá er þessi karaoke-keppni lokið og staðan 4-3 allt í allt. 4-3? Já, það er rétt, já, 4-3. Herru, ég spái því samt að lagi mitt, sko, verði spilað í afmælinu hjá henni Ragnheiði Hildigunni í kvöld. Já, reyndar, þetta getur komið í partíinu. Má taka það. Já, ég býst því þau náðu í þetta bara á netinu og spilið þetta fyrir hana. Já, þetta lag var fyrir hann, eða ekki? Sérstaklega bara fyrir hana. Já, þetta afmælis bann. Sigur, eða þú veist, hvort ég myndi sigra eða ekki, það skiptið einhver máli. Ég vilti bara syngja til hennar. Það hefur aldrei skiptið máli, hvort þú vinnir eða ekki. Jú, reyndar, stundum. Ég þakka hlustinu kjærlega fyrir. 4-3, maður er komin inn í þetta. Við erum ekki að láta, smá snjókomu og eyðileggja fyrir okkur daginn. 29. febrúar, það er ekki oft sem að það gerist. Styttist í sumarið, sko. Já, það fyrir að vora bráðum. Og mars er rosa stuttur. Það er bara svona, þetta er svona millibilsmánuður. Er mars leiðilegur mánuður? Jú, hann er það frekar, eða ekki? Já, hann er svona millibils. Já. Febrúar er bara búin að vera fýtt, það getur vel verið að mars verið bara eðal mánuður, sko. Þú veist, ertu að tala út frá veðrið? Nei, bara svona í lífinu. En það sem er líka, sko, það sem er gott við mars, allt styttist í páska. Páskarnir eru snemma í apríl. Já, þeir eru snemma í apríl. Já. Og svo þegar apríl, þú veist, apríl er bara svona forfæðrið, sko, svo er bara mæ og júni og allt þetta dótmaður. Já, apríl og mæ eru uppáhaldsmánuðirnir mínir. Af því að þá sumarið ekki byrjað, en, þú veist, vorið er skemmtilegast. Já. Af því alltaf þegar sumarið er komið, til dæmis eins og ég á afmæli í júlí, og þegar það er komið júlí eða júní, þá finnst mér alltaf eins og svo lítið eftir að sumarinu, samt er það bara nýbyrja. Já. Man finnst alltaf eins og sé að fljúa frá sér. Þetta er allt saman leikur á tölum og orðum, En það er komið eins og það að dagskrárlið sem að Pétur Jóhann er búinn að biðja mikið í dag, þetta er einn af hans uppáhalds og hann heitir Hvað er klukkan? Í FM 95 blöð. Veitu, hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki, við verðum að vita hvað tímanum líður. Hvað er klukkan? Það er Fíladelfíu-söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan? Í FM 95 blöð. Pétur. Komið þið sæl og velkomin í dagskrárliðið. Hvað er klukkan? Ég heiti Pétur Jóhann Sigurðsson, er umsjónarmaður dagskrárliðsins. Beint á móti mér situr Auðun Blöndal og ég ætla að veita honum þann heiður að segja okkur hvað klukkan er. Hvað er klukkan, Auðun Blöndal? Klukkan er 20 mínútur yfir 5 og 21 sekundur betur. Að þeim orðum sögðum segjum þetta gott í bili og þökkum fyrir okkur. Hvað er klukkan? Í FM 95 blöð. Já, ríkarlega skemmtilega liður. Núna átt að koma lag. Já, það er ekki lag, það eru auglýsingar og svo ætlum við að gefa miða á Svartur á leik. Þannig að það er, hellingu varamöndan hérna. Nú eru hlöðabóttastæðinir og það var auglýsing, hvað ætti ég að gera? Nýtt frá hraðpinningum. 10, 15, 20, 25, 30, 35 eða 40.000 krónur. Hratt og örugglega beint inn á reikningi þinn. Hraðpinningar.is. Veldu þér þína upphæð. Í dag er magnaður miðvikudagur hjá Símanum og því kjörið tækifæri til að slúðura 50% meira en venjulega. Fylltu á frelsið á símin.is í dag og þá uppskerðu 50% meiri inneign svo þú missir ekki að því sem allir er að tala um. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Vissir þú að áskriftin er alltaf ódýrust inn á stöð2.is og þú ert alltaf númer 1 í röðinni. Smelltu þér núna inn á stöð2.is. Fáðu þér verano-salat á Serrano. Holt og gott grænmeti, alvöru guacamole og tzatziki-sósa sem gefur salatinu einstakt bragð. Prófaðu salutin á Serrano og njóttu hollustunar í botn. Serrano. Turn Me On, þetta er David Guetta með hressandi lag hér á ferð sem heitir Turn Me On. Við erum að fara að gefa núna bíómiða. Já. Þetta var eins og var í laginu og hver veit nema að við gefum bíómið. Þetta er fljótt að gerast hérna hjá okkur. Já. Þetta er alveg, það er bara sko, ef maður snýr við í bakinu,
þá ert þú búinn að framkvæma áður en að ég byrjaði að hugsa, sko. Þú ert búinn að renna sleðanum upp og byrjaði að tala með þér og ég var bara hérna nánast í miðju síntali. Já, þannig FM. Þú veist, ef þú ert ekki á tánum, ekki verið inn í eldhúsinu, sko. Þannig virkar þetta bara hérna á FM 957. Ekki verið í eldhús, samt eru þau með eldhúspartí. Já. En það er bara sérstakur tími í þeirra lífi og okkar lífi hér. Já. Þá er í lagi að vera inn í eldhúsi. Já. En alla aðra stundir, þá skaltu vera á tánum. Já, eða bara drullar úr því. Herru, það kom með því að gefa bíómið á Svartur á leik. Þessi mynd verður frumsýnd núna helgina og það er sérstök FM-sýning á henni og við ætlum að gefa 10 miða. Hvenær er þessi sýning? Sýningin er annað kvöld í Laugarásbíói. Annað kvöld í Laugarásbíó? Já, klukkan 10. Þannig að það er til mikils að vinna og við ætlum að spyrja, við ætlum bara að gefa miða þá sem hafa verið að hlusta á þáttinn, þannig að það er eins gott að fólk sé búið að fylgjast með FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú gott? Ég sé alls ljómandi gott. Það ekki? Jú. Ertu búin að vera hlusta í dag? Já, svona hluta til. Ok. Hvað ertu að vinna? Eða svona, hvað ertu að gera? Ég er í Kvikmyndaskóla Íslands. Þú ert í Kvikmyndaskóla Íslands? Vel gert, ánægð með þeim. Ertu að gera stuttmynd? Ég var að gera leikrit á þessari en gerir stjórnmynd á síðustöðun og gerir bíóling á næstöðun og allt að gerast bara. Er þetta ekki skemmtilega skóli eða? Þetta er að skemmtilegast það sem ég hef gert. Á hvaða önn ertu? Ég er að fara á 3. Það er akkurat annað skil hjá okkur núna. Hvað er þetta? Hvað ætlar að spyrja nú þættinum, Pétur, til að svo hann fái miða á Svartur á leik? Ég ætla að spyrja hann, sko, af hverju vildi Madonna ekki leyfa Cameron Diaz að koma inn í eftirpartíið sitt. Já, þetta kom fram í slúðurinn á það. Já, þarna held ég ekki verið að hlusta. Tími yfir. Ef gefa hann annað séns, þetta var reyndar svo snemma. Já, gefa hann eitt séns, en hvað heitir brjálaði maðurinn sem var að hringja í olíufélögin á hann? Hann Guðlaugur? Ekki Býtu nú við. Sko, ef ég heyri röddina kannski á manni það. Allir með öllum að ég. Sko, Þú hefði ekki svarir og gefið tíma til að svara. Hvenær á maður að lækka olíu og okkur allir hennan? Ég heyrði hennar skett, sko. Hann heitir eitthvað Guð, sko. Þú reyndir bara að svara þessu. Það var ekki Guðlaugur, það var ekki að vera Guðmundur. Nei, Það er ekki Guðmundur neitt. við verðum að taka næsta hlustanda, maður. Gáðu þið 2 sjansa samt, maður. Herru, takk samt fyrir að hlusta. Ekki máli. Ok, bæ. Herðu, þá er það næstu hlustandi FM 95 Blöð, góðan daginn. Heldur að einhverju viti þetta? Já, það lítur það. Hvað eru? Herðu, við erum hressir en þú. Ég er bara ferskastur. Það ekki. Hefur eitthvað verið að hlusta á okkur í dag? Já, ég var að hlusta á slúrið til dæmis. Já, varst að hlusta á slúrið? Á hverju mátt hún ekki fara í partíi? Því að hún átti að vera að reyna við Aston Kutcher fyrir Deyvan. Og það er hárrétt og hvað heitir þú, vinnur? Gísli Örn Þórisson. Gísli Örn. Er gjörsamlega með þetta á hreinu þessi drengur. Já, Gísli Örn á 2 miða á Svartur á leik annað kvöld og þú sækir á bara hérna upp í Skaftalíð. Já. Viltu ekki örugglega 2 fyrir ekki eitthvað með þér? Jó, það er þannig. Það eru glæsilegt. Það eru til hamingju með þetta, vinnur. Takk fyrir að hlusta. Ok. Já, takk. Herru, þá er það næsti hlustandi FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, herru, hvað ertu búin að hlusta í dag? Já. Já, hvað heitir brjálaði kallið sem ringir í olíufélögin og allt þetta? Það er hann hérna Gunnlaugur. Hann heitir ekki Gunnlaugur. Nú, hvað heitir hann þá? Gunn. Hann heitir ekki Gunnlaugur? Nei. Gunn er rétt. Hann heitir það ekki. Hann heitir það ekki neitt. Þú er að vita hvað. Ok. Hvað segir þú? Þannig ég er að fýblast í ykkur, heitir hann ekki Gunnlaugur? Nei, hann er ekki Gunnlaugur. Nei, þú ert tæpur, ok, við skulum gefa þér að því að gáum hinn einn enn sens. Hvaða lag var Pétur með undir í karaoke-keppni sinna hann? Það var hann Ricky Martin, það heitir lagið aftur. Ekki alltaf að klippa þessu, maður. Ég man ekki nafnið á laginu, ég var að hlusta á þetta. Ég ætlaði að gefa Pétur aðsvæði, sko. Ok, fyrst en hann vissi þetta var Ricky Martin, hann var að hlusta. Við gefum hann sens, hvað heitir þú? Jakob Björnsson. Jakob Björnsson. Þetta var lagið She Bang. Já, She Bang. She Bang, She Bang. Það er sko. Það eru glæsileg, þú átt 2 miða á Svartur á leik. Það eru frábært. Sækur upp í Skaftalíð, takk fyrir þetta, vinnur. Takk fyrir þetta. Ok. Ég fæ stíð hans. Nei, það var lungu búið. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, herðu, ert þú búin að hlusta í dag? Já, heldur við þér. Ok, hvað hét karakterinn sem að hringdi í olíustöðarnar? Hann heiti Gunnþór. Það er hárrétt. Það er Gunnþór sem er brjálaður og þú heitir? Ég heiti Eyjólfur Guðmundsson. Hvað segir, Eyjólfur? Eyjólfur Guðmundsson. Eyjólfur Guðmundsson. Ok, herðu, þú átt 2 miða á Svartur á leik annarkvöld. Það er frábært. Og takk hérlega fyrir að hlusta. Ok, bæ. Herru, við ætlum að gefa, það eru 2 símtölu viðbót. 2 símtölu viðbót? Já, við ætlum að gefa miða hérna á Svartur á leik. FM-sýning annað. Fleiri spurningar? Já, FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herru, hvernig hefur þú að vinnur? Ég er bara mjög vinn. Nei, ekki, ert í vinnunni, heima hjá þér, skólanum?
Ég er bara heima. Heima að chilla? Já. Vila, hvað ertu búin að vera að hlusta? Ertu búin að vera að hlusta á þáttinn í dag? Ég er búin að hlusta á þáttinn. Ok, hvaða lag var undir hjá mér í karaoke-keppninu á hann? Og þú ert hver? Ég heiti Auðun, Auði. Þú ert Auði. Það var hérna Video Games. Það er hárrétt. Herðu, þetta, nú erum við að dansa. Og hvað heitir þú? Hann er gjörsamlega með þetta sem að... Þórður Freyr. Þórður Freyr, herru, þú átt 2 miða á Svartur á leik. Sækir upp í skaftalið bara á morgun. Takk fyrir. Takk hjá lefinu. Herru, það er þá síðasti sem við gefum FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, hvað segir þú þá? Já, bara helviti ferskur. Já, ekki. En þið þarna einu meginn. Jú, við erum brattir, maður. Já, ferskir. Ég reynda pínu pirrandi, ég var að pissa, við erum inn í svona lokuðu herbergi hérna sem er alltaf pirrandi og ég sá að það er búið að snjóa ennþá meira en ég held þannig að það er svona pína bögga með en við látum það ekkert á okkur fá. Það er leiðilega mikil snjór, sko. Já, þetta er meira ruglið maður. Alltaf verið ófært? Nei, ófært. Það slepp nú fyrir þig, Pétur, á jeppanuðinum. Já, jeppin fyrir þetta maður. Já, herðu, ertu búin að vera að hlusta í dag? Herðu, svona á og til, ég er búin að vera rúndir allan tíman. Ok, þá ætlum við að spyrja, getur þú nefnt eitthvað þrennt sem var bannað að vera með á Facebook? Það má ekki vera myndir af, Pétur las upp allavega 5 item hérna á hann og ég ætla að taka hvort þú munir 3 af þeim. Nei, ég hef verið inn í búð á. Ok, Pétur, viltu gefa manna séns? Það var allir fengið 2 sénsa. Ertu með eitthvað aðra spurninga á honum? Hvað? Nei, aðra, ekki, við sagðum ekki, nei, já, nei. Ekki í Facebooki? Hver vann karaoke-keppnina? Öddi. Ok, og hvernig fóru leikar? Hann bara rúlaði þessu upp. Já, það er nóg fyrir mitt. Það er nóg fyrir þig. Ég fann þetta nú ekki leðilegt. Það rifja þetta upp. Herru, hvað heitir þau? Herru, Ragnar Helgason. Ragnar Helgason, herru, þú átt 2 miða á Svartur á leik. Herru, takk fyrir það. Herru, takk fyrir að hlusta. Ok, bye. Herru, þá erum við bara búin að gefa okkar miða í dag við Pétur. Aldrei að það kannski við myndum að gefa eitthvað óvænt á eftir. Já. En við máttum bara að gefa 10, búinir að gefa 10 og það er komið að lagi sem að þetta er virkilega skemmtilegt lag. Það heitir We Are Young og með hljómsveit sem heitir Fun. Það er svona hægt að létta á fólki þarna í umferðinni þó að snjói. Bara að hafa gaman þess. Hvenær fæði Rikki Martin? Mjög stutt hjá hann. We Are Young með hljómsveitinni Fun. En við erum búin að vera að ræða mikið veðrið hérna í dag við Pétur, hvort það sé snjók og með annað. En gleymdum því að við erum náttúrulega með stórkostlegan dagskrárlið sem að getur, svona sagt ykkur meira þetta og það er dagskrárliðurinn. Hvað er klukkan? Nei, Auðun, ekki vera svona lélugum maður. Afsæði ekki þetta. Byrst afsökun á þessu. Dagskrárliðurinn heitir Kíkjum til veðurs í FM 95 Blöð. Hvernig veður úti? Hvernig veður úti? Já, ég veit ekki. Spáður þessu? Ég veit ekki heldur. Þeir fara ekki með mjólkina norður og þessu? Já, nokkuð ljós. Það er félag húsasmíðamestara sem býður þér upp á veðri í FM 95 Blöð. Það er rétt að koma að dagskrárliðunum hvernig veðrið. Pétur, ertu þarna? Já. Já? Ég er hér auðvitað, en þú? Ég er hérna í stúdíónu, hvar heldur þú í sig? Já, gefur auga lið. Já. Gefur auga lið, maður. Já, frekar. Hvar ert þú stendur? Ertu úti? Já. Já. Og það er skemmst ráðið að segja, það er, snjókoma. Það er snjókoma, snjór mikið. Ég langar að nota tækifæri og bjóða hlustendur velkomin í dagskrárliðinn, hvernig viðrar? Já, hvernig veðrið? Hvernig veðrið? Og, ég er náttúrulega stattur eins og gefur auga lið hérna á höfuðborgarsvæðinu. Já. Og hér á höfuðborgarsvæðinu er svona hæglætis veður í rauninni. Já, ok. Það er ekkert háað rók eða neitt slíkt, en það kyngir niður snjó. Já, er kalt? Já, ég myndi segja það. Já, þetta er úrspiður ef það eru krakkar að hlusta. Hvað þeir eru? Hvað varst að sturta niður? Nei. Pétur. Ertu ekki þessu úti þarna vitleysingurinn? Ég var á klósettinu, maður. Já, þú vissir að verðum að fara í dagskrárliðinn hvernig veðrið, þú líkur bara og sturtar svo niður. Það er bara snjókoma, maður, það vil það ég gera, maður. Þú sagði bara alltaf að fara út og tjekka. Já, ég er á leiðinni þá, maður. Það er bara, Sniðugt að sturta niður í miðjum dagskrárlið. Já, það er bara... Nú halda hlustendur við sem að ljúga. Nei, nú er ég komin hérna út, maður. Ok, hvernig veðrið? Nákvæmlega eins og það var bara þegar ég var inn á Baðherbergi, sko. Já. Það er hæglætisveður, ekki mikill vindur og kyngir niður snjó. Ok, glæsilegt. Ég myndi skjóta á svona einhvers staðar hitastig í kringum 0 gráður, kannski 1, það er ekki mjög kalt, sko. Nei, næja henda bara snjónum á rúðunni, það þarf ég að skafa.
Nei, hann blautur þessi snjór, blautur og þungur. Blautur og þungur, en þú veist ekkert hvernig veðrið fyrir norðan eða? Ég geti nú ég held að sé nú, það snjóar ekki. Það snjóar ekki? Ok. Nei, en það svona hægilegt viður, yndislegt hana fyrir norðan, veit ég. Glæsilegt, þetta var dagskrárliðurinn hvernig er veðrið. Takk fyrir þetta, Pétur. Já, bara sömuleiðis, bara takk fyrir mig og Guð geymi þig. Veðrið í FM 95 Blö. Við ætlum eins og að fara núna í, stuttar auglýsingar. FM 957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto. 10. mars í Vodafone-höllinni. Miðasal í fullum gangi á miði.is og nú uppselt í VIP-svæði. Allir sem kaupa sér mið á tónleikana geta komið með í sérstakt Tiesto eftirparti á NASA eftir tónleikana. 20 ára aldurstakmark á NASA og þú framvísa miðanum þínum til að komast inn. Ekki bíða, tryggðu þér miða strax á Tiesto á miði.is. Heiðar Austmann í boði KFC. Singer Twister á 699 krónur. Fáðu þér. KFC, svo gott. Happy Days á B5. Frábær happy hour verð á B5 milli 16 og 22 alla daga vikunar. Happy Days á B5. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabótar ávallt ferskir. Sky Agency í samstarfi við Burn og Dominos kynna. Eitt stærsta plötusnúð allra tíma. Tiesto. Í Vodafone-höllinni þann 10. mars. Tryggðu miða strax á miði.is. Úrilla Górillan kynir Heineken Party Quizkvöld á 50-dagskvöldið. Úrilla Górillan og Heineken á kantinum. Skemmtum okkur saman. Stöð 2 verður á Ísafirði á laugardaginn. Solla Styrða og íþróttálfurum bregða á leik. Ingo töframæður með magnaða töfraskemmtun. Litli leikklúburinn sér andlitsmálum. Rikka býður upp á kaffi og með því. Og týnda kynslóðin á Íslandi í dag bregða sér til Ísafjarðar. Komdu til okkar í Edinborgarhúsið á Ísafirði á laugardaginn frá 12 til 15. Ísafjörður og stöð 2. Skemmtilegri saman. Nú getur þú fengið sannkallaða léttbökur hjá Dominos. 8 tommur af stökkum botni með spelti fullt af gyrnilegu áleggi og innan við 390 kalórir í hverri böku. Já, Dominos 58 12345. FM 95 Blö í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Þetta eru Svala Björgvins og félagar í Steedlord með lagið Hairway. Þetta er eitthvað glænýtt lag. Já, ég hef gert þetta aður, jú. Eða hvað? Ná, skemmtileg fílingur í þessu. Já, ég bara... Hairway. En er þetta ekki gamalt? Já, þetta er, ég held að þessi búin að setja þetta í nýja nærbuxur eins og strákarnir á FM kalla. Nýjar nærbuxur. Þetta er Steedlord með Hairway í splunkunni nærbuxum. Splunkunni nærbuxum, hann var að baka inn með glæni, fullan bílaði glænir. Æ, ég kann þetta ekki. Gleymdu þessu. Bakinn með fullan bílaði tónlist. Herru, já. Þá er það búið. Nei. Þá er þetta Þetta var klukkan ára og 6. Já, við eigum alveg hérna, einhverjar 8-9 mínútur eftir. Já. En ég var að spara að segja, Pétur, að ég er með svona það sem ég kalla insane facts. Já. Og þetta er allt sem sagt, þetta er ótrúlegt en satt. Nó. Já, og það eru hérna nokkrar fréttir. Þetta er dagskrárliður sem er byrjar á 3. og 5. En ég sá nokkra skemmtilega í dag sem ég ætla að segja þér. Vissir þú til dæmis að kvenkins orb-web kongulóin, hún étur karlkins kongulóna eftir kynlífið þeirra. Þetta nefnilega vissi ég. Vissir þetta? Já. Ok, þú ert svo fróður. Nei, ég myndi nú ekki segja það. Það vil nú bara þannig til að ég horfi mikið á þessa þætti þarna, þessa stöðar. Þetta er einu insane fact. Discovery og hérna National Geographic og allt þetta. Já. Ég hef endalaust gaman að horfa á það. Þarna er maður að taka svona, veist, mikið óbóðslega það kongulóin að vera sexið og allar að fara í þetta. Vitandi það, þetta verður ekki bara þinn síðasti, ekki svo síðasta sem þú segir með, heldur, þú ert dauður eftir þetta. Já. Þetta er alveg magna. Eru menn að bjóða sér fram í það bara? Já, þeir bara einhvern veginn fá einhver ráð. Ekki menn kongulær. Þeir ráðu ekki við þetta. Já, Greta er svo rosalega. Já, hún er svo svakaleg maður og þeir bara einhvern veginn.
Þetta bara svona gangur lífsins, Já, þetta svona, allavega, þetta eitthvað sem við þekkjum ekki, sem betur fer. Það var ljótt ef einhver pía myndi éta mann eftir að við erum búin að gera það. Svo það, Kurt Cobain, þetta reynda vissi ég líka og finnst skemmtilegt. Nirvana gaf út plötuna In Utero, hérna fyrir mörgum mánu síðan. Og Kurt Cobain vildi hins vegar að sú plata myndi heita I Hate Myself and I Want to Die. Já, þeir þarna plötufyrirtækinu voru ekki alveg að breytira þessu tilli. Já, við viljum gefa út þessa plötu með ykkur og allt það. En nafnið á henni, er hægt að leika sér eitthvað með það? Svona In Utero eða eitthvað svona skemmtilegra? Já. En þetta var kannski líka, þessi titill á þessari plötu, þetta er náttúrulega mín uppáhaldsljómsveit. Þetta er svona, mennaði kannski átt að fara að leggja saman 2 og 2 þarna meðan Kurt greiði. Já. Svo er hann Eric Clapton. Á þungt í hún. Já, því miður, eins og þetta var mikill snillingur. Eric Clapton, hann ólst upp haldandi að móðir sín væri systir sín. Þetta er insane fact. Hver? Eric Clapton. Nei. Jú. Ólst hann upp við það? Já. Að halda allan tíman að mamma hans væri systir sín? Já. Það sem hann kallaði systur sína var í raun mammans. Ammans var aðalan upp. Þetta er flókið? Nei, þetta er ekkert flókið, en þetta er staðreind, engu að síður. Ég verði til að hún myndi bara senda mér þetta bósti. Já, ég get gert það. Pétur Jóhann@gmail.com. Já, ég get gert það þessum búli. Þetta er alveg magnað maður. Já, og svo er þetta síðasta. Meðalmanneskja lýgur 4 sinnum á dag og það gerir 1460 lygar á ári og algengasta lygin sem að meðalmanneskja fer með er að segjast hafa það fínt. Já, ég kaupi það. Já. Ég fór svona að hugsa að það er ótrúlega oft sem einhver spyr mann hvernig hefur það? Er ég það fínt maður? Ég er góður. Já. Þá kannski maður ekkert endilega upp á sitt besta. Af hverju ætti maður að vera eitthvað að leggja það á borðum? Já, eitthvað kemur að spyrja, herra, hvernig ertu? Hver nennir að heyra það? Það er nú bullandi vesen, það var nú að falla að lána pappa og já, ok, ég ætla bara að tjekka hvernig þú hafðir að kalla þér. Bullandi vesen, það var að falla að lána pappa og hann er alveg... Þannig að freka segja mér bara, er ég það fínt maður? Ég er góður. Já, ég veit ekki, ég held að þið bara, fólk nennir ekkert að vera að heyra neitt annað maður. Nei, og veist, ég held líka oftast þegar fólk spyrði hvernig hefur það, þá er þið í drullu sama. Já. Þú veist, ef ég spyrði hvernig ertu Pétur, þá er ég ekkert að bíða eftir neinu öðru en þú segir, herri, ég er fín. Ég veit ekki, ég dreipast í mjöðminn eitthvað. Já, þú myndir segja ég veit ekki, dastu þig? Nei, þetta er bara eitthvað sem ég vaknaði þessum í morgun. Já, ok. Og þú eru ekki að leiða eitthvað vitlaust. Ég meina, já, var þetta svona þegar þú vaknaði þeirra? Já. Hvernig varst í gærkvöld, áður fórst að sofa? Já, ég fann ekkert fyrir þess að þá, sko. Nei, ég tók verkefli og svona. Já, hvaða verkefli tókstu? Þú eitthvað svona? Já, ömurlega samræður sem komu úr því að þú sagðir ekki bara, herðu, ég er fín. Ég er góður. Já. Þannig skulum halda áfram með þá lífi bara. Ef ég hitti bara, hvernig ertu að segja það bara ég er fín? Þetta er bara hvítli. Já. Það þarf enginn að vita neitt meira. Þú vart ekkert að segja mig frá því ef það er eitthvað vesen á einhverju í fjölskyldunni eða eitthvað. Það bara segist vera fín. En þetta er algengasta lígin sem við segjum. Já. Þetta voru, insane facts í FN 95 blöð. Þetta var ógeðslega gaman. Já, ég er alltaf með þetta á þriðjudögum og fimmtudögum. Ég getur þetta kannski að vera með þetta á miðvikudögum líka. Já, minnist vel að? Já, Get ekki beðið þannig til viku. Þarna er Hathaway félag okkar. Ég held að þetta væri hann Herbert Guðmundsson. Nei, hann er þarna með þeim reyndar. Þetta er Eminem, Hathaway, Lil Wayne og Herbert Guðmundsson. Rétt. Karaoke-lagi frá 2006. Já. Fyrir að hlusta hérna þáttinn FM 95 Blöð og FM 95 og Pétur búinn að vera með okkur síðan 4 í dag. En það er nú bara komin tími á okkur strákan að kveðja. Já. Enda klukkan að vera 6, 3 mínútur í. Þú gengur hérna út sem sigurvegari. Það er rétt, ég vann karaoke-keppnina þessu sinni. Rústaðurinn. Það voru nóg að gera hjá okkur strákanum. Gunnþór hringdi í Olíufélögin brjálaður. Skildi mig eftir í reik. Næ, samt sko, það stemdi það. Það var 4-0, svo komstu hann tilbaka. Það var orðið 4-3 á tímabili. Já, en svo, þú veist, tókuðu 2 auka þarna og þeir voru bara öddi. Já, reyndar. Það var aldrei hættu hjá þér. Það fólk var greinilega ekki að, ekki svona hrifið að tengingunni við þessa konu. Nei, ekki í dag. Það fattaði ekki alveg hvað það var hjartnæmt þér. Fólk var ekki að ná þessari tengingu í dag, svo kannski bara eftir 10 ár. Þá var fólk að þetta byrjuð, hvað þetta var flott hjá hann. Mikið snild. Já, en kannski verður þetta að spila í afmælunar í kvöld. Bara aldrei að vita. Þú ert búinn að gefa leyfi á það, eða ekki? Jó, ég gef leyfi fyrir því. Akkurat, við Pétur þökkum kærlega fyrir hlustunni í dag. Ég og Hjöppi K verðum mættir hérna á morgun klukkan 4. Þá eru Brjátbreki og flottulegakeppnin og Tuðhotnið og fleira. Þannig að það er nóg að vera á morgun. Hvet ykkur til að stilla inn klukkan 4. Og svo er Rikki G hérna rétt og mættur. Hvað kallar hann daginn? Mínibarinn? Mínibarinn. Hann er þannig í læginu. Lítill og lágvaxinn og svona svakalega breiður. Já, mínibarinn er rétt og mættur, takk ég vel á mótunum. Við endum þetta að þessu sinna á auglýsingum og byggjum bara að heilsa. Það er það sem allra best. Takk fyrir mig í dag.
Þú sparar 40.000 krónur ef þú kemur með til Akureyrar í Skíðaferð FM 957. Þú borgar 22.900 krónur fyrir að fljúga með flugfélagi Íslands fram og tilbaka. Rútuferð frá flugvellinum og beint upp í Hlíðarfjall þar sem þú færð helgarpassa í fjallið. Á eftir ferðu í brjálað Finnlandia-partí á Pósthúsbarnum og hvíliði síðan nóttina á gistiheimili Akureyrar. Ef þú skipuleggur svona ferð, myndi hún kosta 60.000 krónur. En ef þú skráir þig í Skíðaferð FM 957, þá greiðir þú aðeins 22.900. Hringdu núna í 570 30 75 og bókaðu þig hjá hópadeild Flugfélags Íslands. Komdu með í Skíðaferð til Akureyrar með Flugfélagi Íslands og FM 957. Ekki komin tíma á eitt feskan og góðan línubát? Hlölabáta. B5. Við seljum gull. B5 Bankastræti. Í dag magnaður miðvikudagur og þá færðu 50% meiri inneign þegar þú fyllir á frelsið á símin.is. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Fáðu þér físlétta næfurþunnan örheila iPad 2, bara betri og betri. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. FM 95 Blöð í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía, láttu það eftir þér. FM 95 Blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. I pick to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Food with the big ass bra, and like Bruce.